Meinafræðideild Landspítalans er 100 ára í ár. Þetta er elsta rannsóknarstofa landsins og hún var stofnuð árið 1917 þegar að fyrsti íslenski sérmenntaði meinafræðingurinn, Stefán Jónsson, kom til landsins og fékk þá dósentstöðu við Háskóla Íslands og hóf rannsóknir í meinafræði og sýklafræði hér á landi. Hús 8 á Landspítalalóð er mjög fallegt hús. Það var teiknað af Guðjóni Samúelssyni og var annað húsið sem var reist á Landspítalalóðinni. Rannsóknarstofan hefur frá upphafi haft fjölþætt hlutverk og starfsvið við rannsóknir vefjasýna, krufningar og sýklarannsóknir. Á síðari hluta 8. áratugar síðustu aldar voru sýklarannsóknir færðar undan Rannsóknastofu Háskólans og það var stofnuð sérstök sýklafræðideild á Landspítalanum. Á meinafræðideild Landspítalans starfa það bil 50 manns. Deildin sér greiningu frumu og vefjasýna sem sendir til rannsóknar. Sem dæmi það má nefna greiningu á krabbameinum og undirflokkum þeirra. Meinafræðideildin annast allar krufningar sem gerðar eru á landinu, bæði réttarkrufningar sem unnar eru fyrir lögregluyfirvöld, en einnig allar aðrar krufningar sem nauðsynlegt er að framkvæma, þar með talið barna- og fósturkrufningar. Frumulíffræði eining meinafræðideildar sér skyldleikarannsóknir, svo sem barnsfæðismál, en einnig stökkbreytigreiningar á erfðaefni sem skiptir sífellt meira máli í tengslum við nákvæmni greininga á vefjasýnum og einnig áætlaðri svörum við sértækri lyfjameðferð. Yfirgripsmikið lífsýnasafn er til staðar hérna á meinafræðideild Landspítalans. Í rauninni hendum við ekki lífsýnum sem til okkar berast í greiningu og lífsýnasafnið er tiltölulega heillegt, getum við sagt, frá svona 1930–1935 og þar til nú. Við getum svona áætlað að þetta geti verið nálægt 500.000 sýna í kannski frá svona 300.000 manns. Það er unnið mjög þróttmikið vísindastarf á deildinni og hefur verið gert í gegnum tíðina og einnig gegnir deildin afar miklu hlutverki í sambandi við kennslu í Háskóla Íslands og víðar, bæði læknanemum, lífeindafræðinemum og fleirum. Eðli starfseminnar hefur í gegnum tíðina breyst allnokkuð. Grunnvinna við vefjasýni hefur þó lítið breyst og við erum ennþá með þessi smásjárgler sem við erum að skoða í smásjá og greina sjúkdóma. En það hefur breyst gríðarlega hvers konar vinna er unnin, þar að segja í upphafi var starfsemin kannski í verulegu leyti krufningar. En nú síðustu áratugi hefur vinnan meira verið að þróast yfir í að skoða smásýni, lítil sýni sem tekin eru til dæmis magaspeglun eða ristilspeglun eða þá stungið á líffærum og teknir litlir borkjarnar til þess að rannsaka í smásjá og greina sjúkdóma.